Kvöld, kæru vinir, verið þið hjartanlega velkomin í adventkirkjuna á alþjóðlegri bænavíku fyrir einingu kristninnar. Ég heiti Ivo Gesk og prestur kirkjunar. Í dag fjórði dagur bænavíkunar, meginþema víkunar tekið úr Efesusbréfi Páls postula 4. kapla, vers 1 til 13, þar sem Páll talar mikilvægi einingar innan kirkjunar. Þetta kemur skýrt fram í 4. versinu. Einn líkaminn og einn andinn, eins og Guð gaf ykkur líka einavon þegar hann kallaði ykkur. Þessi guðdómlega eining kjarninn í verkefni okkar sem kirkja og studd af djúpum kærleika Jesú Krists, sem hefur sett okkur sameinað markmið. Takk fyrir þetta og við skulum lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, frelsar okkar Jesús Kristur og heilagur andi. Við erum samankomin hér í kvöld sem fulltrúar frá hinum ýmsu kirkjudeildum, komin til þess að lofa þig Guð fyrir kærleika þinn sem þú hefur auðsýnt okkur öllum og sem sameinar okkur í einum anda og í einni trú og í einni von. Blessa þú það sem hér fer fram í kvöld, Drottinn, megi lofgjörð okkar, bænir okkar, talað orð, vera þér til dýrðar og þér þóknanlegt, Drottinn. Og öllum okkur sem hér erum til mikilla blessunar. Í nafni frelsara okkar, Jesú Krist, biðjum við. Amen. Mikið yndislegt að sjá ykkur hér í kvöld. Þetta alltaf svo mikil hátíð að fá að koma og vera saman. Syngja saman, biðja saman, tala saman. Og þið þurfið eiginlega að klappa fyrir honum Ivo. Því að þetta eiginlega fyrsta skiptið sem hann virkilega kemur með efni. Takk innlega Ivo. Þetta var með tiltölulega stuttum fyrirvara að þú kastaðir inn í það að segja þetta á íslensku. Var þetta ekki bara gott? Mjög gott, hjartans þakkir. Efni vikunar að þessu sinni kemur frá armenísku postulakirkjunni, sem viðurkennd sem eitt elsta kristna samfélag heims og hefur gegnt lykil hlutverki í að móta andlega og sögulega sjálfsmynd armensku þjóðarinnar og í næstum 2000 ár. Svo þetta merkilegur söfnuður. Og eining svona þessari kirkju mjög huglæg og hugleikin og tenging og tengir þetta níkeusku trúarjátningunni og segir eftirfarandi: ljós af ljósi til ljós. Kristur ljósið af ljósinu, ljós af ljósinu. En hann sem hinn smurði var sendur í þennan heim með það verkefni að láta ljós Guðs skína inn í þennan viðsjárverða heim og leiða okkur í kærleiksríkt samfélag, hvert við annað og við Guð, Föður sjálfan. Þannig ljós af ljósi til ljós. Við skulum þá syngja saman
Og þið finnið þetta sálmana í dagskránni og það er sálmurinn Ó blessuð von sem á svo vel við þetta efni. Ó blessuð von. Þið þekkið kannski ekki þennan texta, hann er heimagerður, en auðvitað lagið er svo vel þekkt. Þá mun fulltrúi Hjálpræðishersins, Áslaug Hágland, lesa úr 5. Mósebók. Gjörðu svo vel. Eins og það heyrið þá er ég líka útlending. Já. Já, það á mann að gera eins oft og mann geti. En ég er búin að vera hérna yfir 50 ára á Íslandi og ætla ekki heim aftur til Noregs. En ég ætla að lesa frá 5. Mósebók, 6. kafla og frá 4. versi í Jesu nafn. Heyr Ísrael, Drottin er vor Guð, hann einn er Drottin. Du skal elska Drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sál þinni og af öllu mætti. Þess orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Du skal brýna þau fyrir börnin þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú í ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú fer á fætur. Du skal binda þau til merkis og hönd þér og hafa þau sem minningabönd á milli augnanna þína. Og du skal skrifa þau og dýrastaf hús þíns og á borgarhlið þinn. Jesu nafni. Amen. Takk fyrir. Þá mun Pétur Þorsteinsson kom að lesa fyrir okkur Salmi 24.
Sálmur 24, versin 1-6. Drottinn heyri jörðina og allt sem á henni er. Heimurinn og þeir sem í honum líka. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fæst hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall? Drottinn. Hver fær að dveljast í hans húsi, hans stað? Sá hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi hefur eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann er blessun hljóta frá Drottni og réttlæting frá Guði hjálpræði sínu. Þetta er svo kynslóð sem leita Drottins, sundur eftir augliti hans, þú Jakobs þjóð. Þannig hljóða Guðs orð í þessu tilviki. En eins gott að við lásum ekki versin framaldi 7-12. Þau hefðu náð kallinum sem er að mala núna í Davor og er að hinn ósýnilegi maður sem að telur sig hafa allt eins og Drottinn alls er að telur sig hafa. Amen. Takk Pétur. Þá ætlum við að syngja annan sálm og það er sálmurinn Minni sál vegnar vel. Minni sál vegnar vel. Syngjum þann sálm saman. Þá ætlar hann Ingólfur Ármannsson, ég sé hann ekki hérna hjá mér, að ætla að hafa bænastund, en það
virðist ekki vera að hann hafi komið, það getur hann að komið seinna. En þá munum við bjóða séra Grétari Halldóri Gunnarsinni og frá þjóðkirkjunni, fulltrúi þjóðkirkjunnar, og Unni Guðnýju Gunnarsdóttur, fulltrúa Karlsson-kirkjunnar, að koma hér upp og lesa Guðspjallið. Skulum rísa á fætur. Við heyrum heilagt Guðspjall eins og það er að finna ritað hjá Jóhannesi, Guðspjallamanni. Jesús segir: Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hafir sent mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú elskaðir mig fyrir grundvöllum heims. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngera svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Orð Drottins. Þessum þá að syngja sálminn Þú himindjúpa helga náð, sem er betur þekkt sem Amazing Grace á ensku, en við höfum góða íslenska þýðingu og við ætlum að syngja það sálm núna.
þá ætla þeir að syngja tvísöng fyrir okkur, 2 konur. Það er Bernice, hann er ekki með nafnið hennar, og Jenny. Það muni syngja fyrir okkur saman. Bernice kemur frá Ghana og Jenny frá Filippseyjum. Gjörið þið svo vel.
Hjartans þakkir fyrir þennan fallega söng, en þá mun hann Hafsteinn Gautur Einarsson tala til okkar, en hann útvarpsstjóri Lindarinnar með meiru. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, eins og Erik sagði þá kem ég frá útvarpsstöðinni Lindinni. Ég heiti Hafsteinn Gautur Einarsson og Lindin kristileg útvarpsstöð. Ef hún væri það ekki, þá væri mér sennilega ekki búið einn í kvöld. En það mér sönn ánægja að fá að vera með hugleiðingu, og þegar Erik hringdi í mig daginn og baði mig að vera með stutta hugleiðingu, þá spurði hann hverju á ég að tala út frá, og hann gaf mig versið Efesus 4:4. Nú já, hvað á ég að tala lengi í 10 mínútur? Já, út frá einu versi. Allt í fínu. Það nefnilega þannig með orð Guðs að það hægt að marinerast í einu versi í mjög langan tíma. Ef maður rétt að það var bókskrifu hérna fyrir mörgum árum síðan bæn Jabesar. Heil bók held ég 3 vers. Þannig að þegar ég fór að setjast niður og fór að punkta hjá mér hvað ég ætti að segja, þá var ég að stoppa mig af því að ég var komin svolítið yfir 10 mínútur. Ég ætla ekki að þreyta ykkur meir en í 10 mínútur, ég ætla að reyna það. En kjarninn í þessu sem ég ætla að fjalla og kjarninn í kvöld, það einingin. Einingin sem að við eigum að lifa í og gjöf frá Guði. Eining kristinna manna, einingin í kristinni kirkju. Þar okkar styrkur meðal annars. Og við höfum að reyna að viðhalda þessari einingu eins mikið og við getum. Það kemur nú fram líka í Efesus 4:3, versið þarna undan, kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Guð búinn að gefa okkur eininguna, okkar að varðveita hana. Og það getur stundum verið erfitt. En mér langar að lesa bara þessi vers sem í kringum Efesus 4:4. Ég ætla að lesa frá 1-7. Ég, bandingin vegna drottins, áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem sambóðið þeirri köllum sem þið hafið hlotið. Verið í hvívetna lítillát og hógvær, verið þolinmóð, langlind, umberið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Og svo kemur 4. versið. Einn líkaminn og einn andinn, eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn drottinn, ein trú, ein skírn. Einn Guð og Faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Sérhvert okkar þáði af Kristi sína náðargjöf. Í þessum versum kemur skýrt fram mikilvægi einingarinnar. Orðið einn og eining koma fram samtals 8 sinnum í þessum örfáu versum. Þannig að það mætti halda Guð sé að segja okkur eitthvað. En eins og ég sagði, þá eigum við þessa einingu nú þegar. Við þurfum bara að viðhalda henni og varðveita hana. Og svo líka talað líkama. Líkama þar sem að Jesús Kristur höfuðið og við, hvert og eitt, limir á þessum líkama. Og þetta mjög falleg myndlíking og Jesús gerði þetta svo auðvelt fyrir okkur þegar hann talaði í dæmisögum og myndlíkingum. Þá hjálpar okkur mannfólkinu sem stundum svo litið treg til að skilja hlutina, en við sjáum hvað eitt stykki líkami stórkostleg sköpun. Og ég stend hérna núna og get einbeitt mér af því sem ég að segja, en af því að líkami minn hann starfar að öllu leyti vel. Heilbrigður einstaklingur sem með öll líffæri sem starfa eðlilega, hann getur gert alveg ótrúlega mikið. Ég held að séu bogagangirnar í eyranu sem að halda jafnvægi fólks. Ég held jafnvægi standandi hér vegna þess að ég með jafnvægi skyn. Ekki myndi ég geta að tala lengi ef ég væri ekki með heila og ekki heldur lengi ef ég væri ekki með lungu. Í Efesus
1. kapla vers 22 segir: allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem er höfuðið yfir öllu. Jesús Kristur er höfuðið. Og það er frábært að hafa hann sem höfuðið á þessu öllu. Ég myndi ekki treysta neinum öðrum. Meiri segja ekki sjálfum mér eða neinum öðrum. Já, líkaminn er sjálfstæð eining sem starfar eftir ákveðnu skipulagi eða kerfi, stórkostleg sköpun. Þess vegna finnst manni svolítið skrítið þegar sumir haldaði fram að líkaminn sé bara samsafna frumum sem að fyrir tilviljun röðuðu sér saman og urðu þetta stórkostlega tæki sem að Guð gaf okkur, þetta hylki sem við fáum að nota hér í okkar jarðneska lífi. Í tengslum við þessi vers sem ég las í Efesus, að þá er athyglisvert líka að lesa bæn Jesú sem að kemur fram í Jóhannesi 17. kapla, Jóhannesar Guðspjall 17. kapla, sem að var reynda lesin hérna áðan, þannig ég ætla nú ekki að lesa það allt aftur. Gretar og Unnur lásu það vers hérna áðan, þau vers, en svarið við þeirri bæn sem að Jesús fór með þarna rétt bara nokkrum klukkustundum áður en að fór á krossi. Svarið kemur fram í Efesus 4:1-7. Og í þessum versum í Jóhannesar Guðspjalli þá kemur orðið eitt margendurtekið og leggur áherslu á eininguna sem að hann vill gefa okkur. Og þarna kemur skýrt fram hvernig Guð ætlar að taka alla trúaða og sameina þá við hvern annan og sameina þá í Jesú Kristi. Þar liggur styrkurinn okkar líka. Við öll sem erum trúuð, við erum öll limir á líkama Krists. Þetta er auðvitað yndisleg myndlíking og við höfum öll ákveðið hlutverk. Mér dettur bara í huga að nefna líffærið bris. Við erum öll með bris og ég var nú að googla þetta hérna áðan að ef að við værum ekki með bris sem að framleiðir insúlín, þá gætu við lifað með hormónagjöf og fleiri. Við getum lifað í mörg ár með aukaverkunum reyndar, en svo eru önnur líffæri eins og hjartað og heilin og lungun sem við getum ekki lifað lengi án þess að vera með. En öll þessi líffæri, þau skipta miklu máli. Og þannig er kirkjan. Við erum öll mikilvæg í þjónustu í okkar kirkju og maður sér það og finnur þegar kirkju vantar ákveðna þjónustu og þá er hún bara einfallega veikari, þannig að við erum að kappkosta að finna okkar talentur og finna okkar köllun og stíga fram í þeirri þjónustu sem að Jesús vill að við sinnum. Og svo er hægt að ræða eininguna á fleiri sviðum. Mér datt í huga að nefna hjónaband. Hvað einingin er mikilvæg í hjónabandi. Við vitum öll sem að hér eru inni hvað skilnaðartíðnin er há. En það eru samtök í Bandaríkjunum sem heita Barna Group, sem eru svona rannsóknarfyrirtæki og gerir mikið af könnunum sem að mælir hluti í mannlegu samfélagi sem að er á mörkum trúarinnar og menningarinnar. Og ég man að ég las einu sinni mikilvægi þess, það var gerð könnun á því hjá hjónum sem að biðja saman daglega. Við vitum að skilnaðartíðnin er í kringum 40-50% hjá hjónum. Því miður, þetta er alveg ömurleg tölfræði. Og hún er litlu skárri hjá kristnum einstaklingum. En þau hjón, þetta var semst niðurstaður þessari rannsókn, hjón sem biðja daglega saman, skilnaðartíðnin er miklu lægri. Og hvers vegna er það? Það er einfaldlega vegna þess að einingin myndast í gegnum bænina. Það er varla til sterkari bæn heldur en milli hjóna, milli karls og konu í hjónabandi. Þetta er alveg magnað. Þannig ég mæni með þessu, þeir sem eru gift.
Og annað atriði í sambandi við eininguna, ég man að fyrir mörgum árum síðan var ég að ferðast einn á Filippseyjum, var í löngu ferðalagi þar og endaði á Filippseyjum og var í Manila og upplifði mig svolítið einmana, en ég fann mér kirkju og þá voru þetta fullt af kristnum kirkjum og ég fór á samkomu þarna á sunnudegi. Þarna voru bara Filippseyingar, þetta var lokal fólk en það tala allir ensku og ég fann mig heima. Og þannig hef ég alltaf fundið það hvar sem ég í kristinni kirkju út allan heim. Ég hef alltaf fundið mig heima þegar ég stíg inn í kirkju. Mér finnst mér vera heima hér hjá Erik og ykkur öllum. Þetta er svo magnað. Mér leið bara strax vel þegar ég kom inn og viðmótið sem ég fekk var eins og maður vanur frá kristnum einstaklingum. En ég hvet ykkur bara til þess að vera í einingu með ykkar nærumhverfi og ég ætla að láta þetta gott heita núna og þakka fyrir mig og Guð blessi ykkur öll. Takk innilega fyrir þau orð, Hafsteinn, hjartans þakkir. En við ætlum að syngja sálm sem ég þekki nú ekki mjög vel, en ég veit að það er fólk hér sem þekkir hann. And Jenny and Bernice, may I ask you to come and lead out the singing? We are going to sing a hymn here, God Will Make a Way. And I know you know this song so very well. So please come and be our leaders here. Så vi vil syngja þennan sálm sem þið sjáuð í skránni, God Will Make a Way. Helgi Guðnason sem forstöðumaður Hvítasunnu-kirkjunnar koma og lesa fyrir okkur sameiginlega bæn hér. Sameiginlega bæn. Amen. Þannig að ég ætla að lesa við öll saman og þessi bæn hún er hérna í sálmaskráni sem við fengum. Og við lesum saman: Náðu ég Drottinn, Guð allra, leiðbeinandi hinna týndu, ljós þeirra sem eru í myrkri, augu okkar snúa að þér, heyr bænir okkar. Megi sól dýrðar þinnar skína og gefa öllum líf og ljós,
frá austri til vestus og frá norðri til suðurs. Lát eilífs vors þíns vekja okkur sem bíðum eftir komu þinni. Ó Jesús Kristur, ljós af ljósinu, bú í okkur sem höfum komið saman til að tilbiðja þitt heilaga og dýrlega nafn. Lát lífgefandi geisla þinn kveikja í okkur dýpri kærleika hvers til annars. Megi skært ljós þitt hræra okkur til sífellt blómstrandi einingar, eins og margskonar blóm í garði ríkis þíns. Megi guðdómlegur ljómi þinn láta okkur blómstra í sátt, og þannig öll sem eitt megum við alltaf fagnandi lofa og vegsama þig og Föðurinn og heilagan anda, nú og alltaf og aldir alda. Amen. Og svo skulum við biðja saman bænina sem Jesús kenndi okkur, bænina Faðir vor. Og við biðjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá að lokum skulum við syngja þennan undurfagra kvöldsálm, Ó vef mig vængjum þínum, sem þið finnið hérna aftan á dagskránni. Ó vef mig vængjum þínum. Fyrir. Ég vil svo minna á stundina sem verður á morgun. Ég held alveg örugglega, er það ekki rétt, Grétar, að stundin er í Hjálpræðishernum á morgun? Hún er í Fíladelfíu, sko, þannig svona er þetta. Ég fór bara eftir gamla planinu, það var alltaf á Hjálpræðisherinn á 50. En það er hjá ykkur á morgun klukkan 20:00. Samhjálparsamkoma, já, frábært, svo við mætum alls þar. Og svo heldur bænavikan áfram með æskulýðssamveru í Dómkirkju Krists Konungs við Landakoti
á föstudagskvöldi klukkan 19:30, sko, ég þarf að fá leiðréttin allt saman, klukkan 19:30 í Kaþólskukirkjunni. Æskulýð, er það bara fyrir æskulýðin eða megum við öll koma? Það er opið fyrir alla. Frábært, við lökkum til, komum og sjáum þar. Loka samkoma er þá, þetta verður þá loka samkoman, æskulýðsamkoman. Á laugardaginn eru hjálpræðisherðum. Sko, það er á hjálpræðisherðum á laugardaginn og það verður klukkan 20:00. Já, samstarf hérna, þá fáum við þetta hreint. Frábært, það er þetta við Suðurlandsbraut í Herkastalanum, glæsilega húsi. Já. Hjartans þakkir til ykkar allra sem hafa tekið þátt, lesið og tekið þátt á einn og annan hátt hér í kvöld. Það er yndislegt. Og svo viljum við bjóða ykkur öllum að koma hér inn í safnarheimilið á eftir og njóta einhverja smá hressingar, þannig að við getum sess saman og spjalla saman og átt góða stund saman. Og svo vil ég að lokum bjóðan Ívo til að koma hér og hafa blessunarorðin með okkur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýtti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.